Komið sæl og velkomin í hátíðisviðtalið. Gestur okkar að þessu sinni bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar Halldór Halldórsson sem jafnframt formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga. Velkomin. Takk fyrir. Til að byrja á því að fjalla aðeins málefni Vestfjarða nú þegar um það bil 8 mánuðir eru frá því að svona sjávarbyggðir eins og Vestfirðir byggjast á lentu kannski í sínu versta efnahagsáfallið sem var skerðing þorskkvótans þriðjungs. Hvernig það komundan vetri eftir svona erfiðan vetur þar að segja í efnahagslegu tilliti? Þetta ekki alveg farið að sjást ennþá í rauninni afleiðingarnar af þessu. Við sjáum það reyndar að fyrirtæki eins og Vísir á Þingari hefur ákveðið að loka frekar lengi í sumar. Við heyrum það á þeim sem reka fyrirtækin að þetta muni verða erfiðara á næsta ári. Og svo hefur auðvitað hjálpað til að krónan hefur gengið hefur breyst þannig að við erum að fá auðvitað mun meira fyrir afurðirnar. Það hefur hjálpað mjög líka í rekstrinum. Einnig hefur afurðaverð verið tiltölulega gott. Afurðaverð á mörkuðum líka verið mjög gott. Já. Mótvægisaðgerðir, hafa þær eitthvað dugað upp í þetta? Eru þær að virka eitthvað? Eru þið farnir að sjá ykkur merki þeirra? Já, sko, það eru með fullri virðingu fyrir mótvægisaðgerðunum, þá eru þær auðvitað ekki mjög sýnilegar. Og stundum gerir fólk auðvitað ekki greinarmun á bara venjulegum rekstri ríkisins og mótvægisaðgerðum. Til dæmis það var ákveðið að setja milljarð aukalega í viðhald fasteigna ríkisins og svo framvegis. Þetta auðvitað að skila sér að einhverju leyti og mun skila sér að einhverju leyti í sumar á vissum stöðum í því að fyrirtæki, verktakar og aðrir muni hafa meira að gera. Þetta vil skila sér hjá okkur til dæmis varðandi ákveðna styrki sem atvinnuþróunarfélagið hefur verið að veita í einhver verkefni og Háskólasetur Vestfjarða hefur getað farið inn í verkefni vegna þessa, til dæmis boðið upp á frumgreinanám sem hófst núna 1. janúar. Þannig að það svona eitt og annað sem má tína til, en þetta kannski ekki eins sýnilegt eins og maður myndi gjarnan vilja. Nei, en verkefni sveitarstjórnarmanna út á landi, ekki síst á Vestfjörðum, virðist vera stöðu varnarbaráttu. Þið eru stöðugt að reyna að finna eitthvað til þess að treysta undir stöður byggðarinnar, en samt sem áður fólkinu fækkar alltaf. Já. Sjáum við aldrei neina glæti við þessu? Jú, við sjáum þetta vissulega, sjáum við mjög mikinn árangur af mörgu sem við erum að gera sem betur fer. Við erum auðvitað í samfélögum sem er gott að búa í. Við erum með góða þjónustu, ég tala nú frá mínu sveitarfélögum, við erum með góða þjónustu, skóla, leikskóla og bara allt þetta umhverfi mjög gott. En það auðvitað mjög þreytandi og erfitt þegar að því að auðvitað einn af okkar mikilvægu mælikvörðum í árangri það hvort að við höldum fólkinu eða ekki. Það auðvitað mjög erfitt og það alveg rétt, sveitarstjórnarmálin hjá okkur snúast mjög mikið atvinnumál. Og núna horfið þið dálítið á eina stóra lausn sem olíuhreinsunarstöð. Já, ég vil nú ekki taka undir það að við séum að einblína á það. Það hugmynd sem hefur bara búið að vera núna tölvöld lengi í umræðinni og við höfum ekki viljað hafna henni fyrirfram og við höfum bara viljað að skoða hana mjög alvarlega vegna þess að þannig verið að tala 500 manna vinnustað pluss allar þær afleiðingar sem það hefur út í atvinnulífið. Eðlilega viljum við skoða því að þó við höfum verið að vaxa aðeins í opinbera geiranum, við höfum verið að vaxa í menntageiranum, rannsóknargeiranum, þorskeldið hefur verið að vaxa, ferðaþjónustan hefur verið að vaxa, að þá hefur það ekki haft við fækkunin á störfum í sjávarútveginum. Og í sjávarútveginum að fækka 2 megin ástæðum, minni afli og svo mjög mikla tækninýjungar. Þannig að sjávarútveginn að vera sjálfvirkur. Og við auðvitað erum að glíma við þetta og það mjög eðlilegt að við skulum ljá máls á því að skoða olíuhreinsunarstöð. En við vitum auðvitað ekkert hvort að olíuhreinsunarstöð kemur og þá eftir að skoða fleiri 100 þætti áður en að. En hún mætir augljóslega heilmikill andstöðu, ekki síst hérna Suðvesturhorninu. Munið þið geta fengið henni í gegn svona miðað við tónin sem meðal þess í hluta ráðherra ríkisstjórnarinnar? Ég veit ekkert um það. Ég held að sé bara eðlilegt að það sé mjög skipta skoðanir svona mál. Já. En ég minni náttúrulega á það að við auðvitað notum olíu og malbik og allar þessar afurðir hér á Íslandi og erum ekkert að fara að hætta því næstu 20 ára væntanlega. Svo minni ég líka á það að við erum að undirbúa leit að olíu á Drekasvæðinu og ef að það finnst olíu þá þarf að vinna hann einhvers staðar. Þetta hefur á sér einhverja slæma ímynd þessu olíuhreinsunarstöðvar og kannski ekki óeðlilegt
en ég óttast þetta ekkert á þessu stigi, ég held bara umræðan hún þarf bara að eiga sér stað En ég var að spyrja Glætu og þú nefndir nokkra þætti eins og Þorskeldi háskóla, getur þú sagt okkur nánar það kannski dálítil framtíð í Þorskeldinu? Já, ég ætla bara rétt að vona það þessi fyrirtæki fyrir vestan sem í þessu hafa náttúrulega aðgang að mjög góðri aðstöðu, þessi firðir okkar fyrir vestan eru náttúrulega mjög góð aðstæða fyrir Þorskeldi framtíðin mér sagt aleldi, það að segja að geta alið þetta alveg frá Hrogni upp í það að verða að fullvaxta fiski en mér sagt að beint við þetta á Vestfjörðum í dag vinni milli 40 og 50 manns og þannig að þetta auðsjáanlega að skila tölvöld miklu þetta allt á tilraunastigi ennþá og við sjáum að normenn eru komin mjög langt í þessu þannig að ég held að við eigum mikla möguleika á þessu sviði Vestfirðingar Já, þó þau sé ekki beint með háskóla á Vestfjörðum, þá samt háskólastar sem að dafna að vaksa. Já, yfir 150 manns í háskólanámi búsettur á Vestfjörðum í vetur og háskólasetur Vestfjörða náttúrulega bara vinnur með þeim háskólum sem henta best hverju sinni, sama hvar á landinu þeir eru eða hvar í heiminu þeir eru og háskólasetur að vaksa og dafna og getur auðvitað þar að leiðandi að einhvern tíðan á næstu árum óska eftir því að verða sjálfstæður háskóli. Það alveg möguleiki á því og það verður byrjað á mastersnámi, staðbundnu mastersnámi í haust á Ísafirði við háskólasetri og það verður kennt á ensku, það heitir Haf- og strandsvæðastjórnun eða Coastal and Marine Management sem verður byrjað á í haust og það komið tölvöld umsóknum það. Þegar það er Vestfirði þá hugsa margir vegina. Þið eru kannski loksins að sjá til lands í að fá þessa mikilvægu innviði styrkt af alefli. Já, við bíðum reyndar eftir því að málaferli í Barðastrandarsýslu sem ljúki einhvern tíðan, þannig að verið hægt að fara í vegalagningu þar og þveranir og svo stefnir ég á næsta ári að byrja á jarðgöngum milli Dýrafjarðar og Arnarfjarðar og vegagerðin hefur einmitt verið að biðja okkur hjá Ísafjarðarbæjum að svona hraða framkvæmdum við aðalskipulag þannig að þetta komið það langt varðandi það og svo stefnir ég að næsta vor verði komið bundið slitlag alveg milli Ísafjarðar og Reykjavíkur Ísafjarðardjúp og Arnköldudal. Þannig að það eru nokkuð stóri hlutir að gerast og hafa verið að gerast á undanförnum árum í þessu. En Halldór, þú ert formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga og sem nú svo sem stór og áhrifamikil samtök. Þið eru stöðugt í viðræðum og jafnvel átökum við ríkisvaldið hin og þessu mál. Hver eigi að sinna hvaða verkefnum? Hvernig gengur sambandið milli ríkis og sveitarfélaga þessa mynd? Það gengur okkur. Þið grenjið stöðugt í þeim að þið fáðu ekki nægan pening? Við grenjum aldrei. Við grenjum ekki neitt. Við bara höldum fram okkar málstað og við erum auðvitað í ótal verkefnum. Við erum með 33% á opinberum umsvifum í landinu. Við hins vegar höfum mjög fasta tekjustofna, höfum ekki eins mikið að tekjustofnum og ríkið og alls ekki þessa veltu tekjustofna. En hvað brennur helst á sveitarfélögunum í samskiptum við ríkið? Það náttúrulega alltaf þarf að vera að endurskoða fjárhagslegu samskiptin, það þarf alltaf að skoða það og það brennur alltaf á okkur og það væri hægt að nefna ótal verkefni þar, best að vera ekki að telja þau upp. En svo eru það þetta stóru máli núna sem er samstarf ríkis og sveitarfélaga stóran verkefnaflutning. Þann stærsta síðan að grunnskólanum var fluttur 96. Það annars vegar málefni aldrara og hins vegar málefni fatlara. Og það eru verkefnanefndir að störfum, sameiginlegar og við erum að gera okkur vonur það að málefni fatlara geti færst yfir eftir 2 ár og kannski einhvað lengri málefni aldrara. Það ekki eins vel skilgreindur málaflokkur til flutnings ennþá. Nei, þið sömdu grunnskólakennara fyrir mánuði 23% hækkun að því fréttir sögðu á sama tíma og það var skammtímasamningur á sama tíma erum við að fá fregnir af því að menn semjum svona 3% launahækkun. Þetta einhver glóra að semjum svona launahækkanir með það sem aðrir eru að gera? Við höfum óskað eftir þetta treyst ykkur fyrir fjármunum eða þið eru svona góðir í ykkar launþega? Við náttúrulega sveitarfélögum vel treystandi fyrir fjármunum. Við varandi grunnskólakennarasamningana þá vorum við að koma út úr mjög erfiðu ferli síðast og það var alveg klárt mál að viðmiðunarstéttir grunnskólakennara voru hærra launaðar og svo voru held ég bara öll sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum búin að hækka laun kennara með svona sérstökum greiðslum. Þannig að staðreyndin var svo að það var búið að hækka laun kennara verulega og að miklu leyti þetta bara leiðrétting
eða leiðrétting við viðmiðunarstéttir. Já, því þetta ekki hefur að fá auka prósentu í útsvar eða eitthvað slíkt? Nei, við höfum ekki farið fram á leiðréttingar og tekjustofnum sveitarfélaga vegna samninga við kennara. Það í rauninni, við höfum ekki talið ástæðu til þess. Við verðum auðvitað að borga okkar kennurum góð laun og þetta er rauninni mörguleyti merkilegu samningur vegna þess að ég heyri það að verkalýðsforingjar hafa tekið undir það að þetta var leiðrétting, þetta á ekki vera til viðmiðunar fyrir aðra stéttir og þetta er merkilegt að því leyti og mikilvægt að þarna náðist góð samstaða milli kennara og sveitarfélaga um þetta. Reyndar eru kennarar, ég heldur sé að klára í dag atkvæðagreiðslu, þannig að það er ekki búið að ég veit ekki niðurstöðuna en þá þeim megin. Nei. En ég tel að þetta hefði bara verið óhjákvæmilegt og á ekki að vera nein fyrirmynd af öðrum samningum. Nei. Mál sem hlýtur að snerta ykkur, ráðherrar hafa verið að opna á umræðum það að breyta íbúðalánasjóði. Fyrir því sem bæjarstjóra út á landi þar sem kannski bankarnir voru ekkert að sinna mikið íbúðalánum. Er þetta að veikja og valda áhyggjum hjá okkur? Hvað ríkið ætlar sér að gera með íbúðalánasjóð? Nú verð ég að taka það fram að ég veit ekki hvað ríkið ætlar að gera með íbúðalánasjóð. Ég veit ekki hvað þessi hugtök þýða ennþá með félagsleg lán og svo framvegis. Ég heyrði að félagsmálaráðherra sagði í gær að það ætti að íbúðalánasjóður yrði áfram með almenn lán. En þá aflétta ríkisábyrgð sem hlýtur að þýða það almenn lán eða vextirnir hljóta hækka einhvað þó íbúðalánasjóður hafi eflaust getur tekið góð lán og verði frekar hagstæð lán hjá þeim ennþá. Það fer út á einhvers konar samkeppnismarkað. Ég bara best að vera ekki að tjá sig mikið um þetta þegar maður veit ekki hvað verður gert en maður setur auðvitað þann fyrirvara að svæði þar sem að bankarnir bara hreinlega jafnvel vilja ekki lána nema einhverjar bara örfáa krónur og taka ekki nema kannski bara 50-60% veð í húseignum að það er auðvitað mjög mikilvægt að íbúðalánasjóður verði áfram með almenn lán bara til venjulegs fólks sem er bara að kaupa á svæði sem er ekki skilgreint markaðsvæði að hálfu bankana þannig að það er mjög mikilvægt að íbúðalánasjóður sinni því hlutverki áfram. Einmitt. Halldór Halldórsson, bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar og formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga. Ég þakka kærlega fyrir komuna. Hádegisviðtalinu er lokið. Verið sæl.